Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og verður velkomin í þátt númer 49 af þessu hlaðvarpi. Í dag datt mér í hug að tala eitthvað sem að örugglega flestum Íslendingum þykir áhugavert og eitthvað sem að við höfum gaman af. Allavega geri ég oft grín að Íslandi og Íslendingum fyrir þetta. En ég lýg því oft við fólk og við nemendur mína líka að jafnvel þeir Íslendingar sem að kunna ekki mikla ensku og jafnvel enga ensku vita hvað orðin per capita þýða. Af því að Ísland mjög oft ofarlega ef ekki efst á listum að vera mest eða best eða verst jafnvel í heiminum í ákveðnum hlutum eða varðandi ákveðna hluti. Þannig að í dag þá ætla ég að tala þetta hvernig Ísland á höfðatölu sem eiginlega bókstafleg þýðing á per capita. Það spurning hvort maður byrji eða endi á því að koma með samhengið, en fyrst að ég að nefna það núna þá kannski tek ég það bara fyrir hérna í byrjun þáttarins, en það þá að nefna af hverju erum við svona ofarlega á þessum listum. Og augljósa svarið að við erum mjög fá. Við erum ekki nema það bil 370.000 manns sem að búum á Íslandi. Og þangað til fyrir stuttu síðan, tæknilega séð, allavega í stóru myndinni, það vorum við einstakt þjóðarbrot og einstakt samfélag. Við erum orðin talsvert mikið fjölþjóðlegri í dag, heldur en við vorum fyrir 30 árum síðan. Núna orðið talsvert mikið af útlendingum sem búa á Íslandi, sem að setja sinn lit á samfélagið og gerir það að fjölþjóðlegra og kannski þá almennara samfélagi, heldur en þegar Ísland var bara Íslendingar og þá með því Íslendingar sem stunda íslenska sértæka menningu. Því hvert land á auðvitað sína skrýtnu menningu og skrýtna eiginleika og sérstaklega þá menningar eyja. Ef ég til dæmis nefni Ástralíu eða Japan og þeirra menningu, þá koma upp ýmsar mjög sértækar stereótýpur í huga okkar vegna þess að þessi ríki og menning þeirra mjög ólík flestu öðru, þá sérstaklega Japan, enda hafa þau verið til lengur og voru lengur í einangrun frá heiminum, og þegar ég segi heiminum þá það auðvitað vestrinu. En Ísland hefur þá einmitt líka verið aðskilið heiminum. Ég talaði það held ég í síðasta þætti að við höfum eiginlega verið á miðöldum þar til við komumst á 20. öldina. En á 20. öldinni þá sprakk allt samfélagið út. Við fáum að kynnast því hvað hægt að gera
í þessum heimi og með þessi líf sem við eigum þegar við þurfum ekki að berjast jafn mikið fyrir því að þrauka og lifa veturna af. En þá eru kannski sumir hlutir sem að ég ætla að nefna hérna sem að Íslendingar eru fremstir í heiminum á höfðatölu, eitthvað sem að make sense miðað við sögu okkar og eitthvað sem að við vorum búin undir þannig séð þegar við loksins komumst inn í 20. öldina. En fyrsti listin, það sem að við erum efst í heiminum á höfðatölu, það er tengt bókum. Við erum mjög ofarlega á listum yfir flestar bækur sem eru lesnar á höfðatölu. Sem dæmi þetta má tala hið víðfræga jólabókaflóð, þar sem ein algengasta gjöf á Íslandi að gefa á jólum eru bækur og þá stór eykst sala á bókum í öllum bókabúðum landsins og rithöfundar keppast við að ná að markaðssetja verk sín og ná að gefa út bækur í tæka tíð fyrir jólabókaflóðið. En það tengist á einmitt beint í næsta atriði þar sem að við erum hreinlega efst á lista yfir útgefna rithöfunda í heiminum á höfðatölu. Ef það má treysta þessari heimild sem ég hef hérna, þá munu 1 af hverjum 10 Íslendingum gefa út bók ævi sína. Og þetta er þá ekki að telja með þá sem skrifa kannski bók sér til gamans eða dundurs og ætla sér að ná að gefa hana út. Þetta eru hreinlega þeir sem að ná að komast alla leið og gefa út bók í alvöru. Að það er bókaútgáfa sem gefur út bókina sem þessi Íslendingur gerir. Og það hljómar brjálað. 1 af hverjum 10. Þannig að í 20 manna vinahóp eða 20 manna skólabekk, það munu 2 þeirra sem setja þar gefa út bók einhver tíma á ævinni. Það þykir mér klikkað. Svo er eitthvað sem að meikar mjög mikinn sens fyrir mér og er eitthvað sem að tengist mér nánar, en það er að við erum með flestar hljómsveitir á höfðatölu og samkvæmt þessari heimild þá er Reykjavík einstaklega þétt hvað varðar hljómsveitafjölda. En það þykir mjög algengur hlutur að þegar börn eða unglingar ná ákveðnum aldri að það dreymi að stofna hljómsveit og að það hreinlega verði af því. Ég snerti lítillega á þessu í sögu tónlistar á Íslandi þáttunum mínum, en það er mikið stutt við sérstaklega ungmenni í grasrótarstarfi og stutt þá við ungar hljómsveitir, allavega upp að því marki að þær verða margar til. En ef það er Reykjavík, þá er næsta staðreind eitthvað sem á við allt landið og ég held að það sé léttara að staðfesta þessa staðreind heldur en þá hina varðandi hljómsveitirnar. En það er að Íslendingar eru með flesta kórsöngvara í heiminum á höfðatölu. Hey, it's me. Sorry, I just wanted to interrupt a little bit. This is probably coming in a very annoying AI-generated time in the podcast. To tell you that if you want access to the transcript of this episode, then you are able to access that via the Patreon page of the episode. Link in the description. All right, back to the show.
einhver staðar las ég nýlega hver það var sem kendi Íslendingum á kórastarfsemi, að það var einhver frumkvöðull sem kom til Íslands á 20. öldinni og jafnvel 19. öldinni núna þegar ég pæli í því, sem sýndi fólki að þetta væri gaman, gott og hollt fyrir mann að taka þátt í samsöng sem væri skipulagður á þennan máta. En þetta er svo víðfeðmt að nær hver einasta kirkja og jafnvel þá sveitakirkja sem hefur kannski 200 manns í sinni sókn nær að manna kór. Þeir þurfa þá ekki að vera mjög stórir, það getur jafnvel verið 8 til 10 manns, en fyrir 200 manna sókn þá er það 5% af þessum hóp sem er í kór. Ég get ekki ímyndað mér annað landi í heiminum sem geti komist nálægt þessu. Ef ég tek bara sjálfan mig inn í myndina hérna og tel mig sem stak í þessu samhengi, þá, nei, ég hef ekki gefið út bók ennþá. Ég les ekki mikið af bókum, þannig að ég er ekki að hjálpa til í þessari staðreynd. En ég hef verið í örugglega 10 hljómsveitum ævina, þannig ég hef virkilega hjálpað til við þá tölu og svo er ég í kór. Þannig ég telst með í þann flokk líka. Þannig að þá erum við komin með einhverja mynd á hvernig við erum sem menningarþjóð og hvernig við tökum þátt í menningunni sem skapendur frekar heldur en bara neytendur. En til þess að hafa þáttin ekki of langan og til að tæma ekki þennan lista endilega, þá kannski stökk ég yfir í að tala þá einmitt okkur sem neytendur. Sumir hlutir eru sjálfsagðari en aðrir. Við erum fremst í neyslu á skeri á heimsvísu, á höfðatölu, en það er kannski ekki skrítið þegar við pælum í því að heimurinn allur er ekki búinn að vita hvað sker er í mjög langan tíma. Ég held að sker hafi byrjað að komast á markað í Bandaríkjunum fyrir kannski 10 árum síðan, allavega á stóran markað sem ég held að heiti Siggis sker. Þannig að það meikar sens. En svo er eitt annað sem er aðeins langsóttara, sem er að við erum mestu neytendur á lambakjöti í heiminum á höfðatölu. Það eru til mjög stór ríki annars staðar í heiminum og stórir menningarkemar sem að stunda fjárbúskap, sheep farming, sem að eru jafnvel stærri en á Íslandi. Ég held til dæmis að það séu fleiri kindur í Nýja-Sjálandi á höfðatölu heldur en á Íslandi. En við erum greinilega mestu neytendur lambakjöts í heiminum á höfðatölu samkvæmt þessari heimild. Við erum greinilega mestu lakkrísneytendur í heiminum. Þeir sem hafa smakkað íslenskt nammi hafa örugglega fundið fyrir einum svörtum bita, lauma sér inn í súkkulaðið og þá annarkvort verið skemmtileg uppákoma eða hræðileg. Fyrir þau sem hafa ekki skoðað það, þá eru til mjög fyndin viðbragðsmyndbönd, reaction videos á YouTube af bandarísku fólki að smakka íslenskt nammi og uppgötva alltaf þetta helvítis svarta dót í namminu. Og svo stuttlega að nefna að við borðum greinilega flestar pylsur í heiminum á höfðatölu. Og svo erum við mestu neytendur af kóki, það er að segja Coca-Cola, á höfðatölu. En svo eru líka til hlutir sem að eru tengdir frekar landinu sjálfu frekar heldur en endilega að Íslendingar og íslensk menning ákvað að fara á eina leið.
Hérna er það kannski landið og staðreyndirnar það sem valda því að við förum svona ofarlega á lista neysluvenjur okkar. Hér stendur til dæmis að við séum efst á lista. Hér erum við til dæmis efst á lista yfir mesta notkun á jarðvarma orku, en það kemur engum á óvart þegar við erum jafnmikil eldfjalla þjóð og við erum, og nafnsök geyser á ensku kemur frá goskvernum Geysir. En við erum líka þau sem að eru efst á lista fyrir að nota endurnýjanlega orku. That's usage of renewable energy. En það er einmitt líka vegna þess að við erum með þetta land sem við höfum. Bergið sem Ísland og er byggt á, the rock formation which is Iceland, and the one that Iceland is built upon, svo ungt að það eru ekki til eldgamall lífrænn úrgangur sem við getum notað sem eldsneyti í dag. Það eru engar risaeðlur til djúpt ofan í jörðinni okkar sem að gæti orðið að kolum eða olíu eða gasi. Við bara hreinlega eigum þetta ekki til. Þannig að til þess að geta búið til rafmagn, þá verðum við að fara aðrar leiðir, og það er þá til dæmis jarðvarma orkan okkar sem að skaffar hita í flest öll hús á Íslandi, og það sem eftir er gert úr vatnsvirkjunum. Jarðvarminn veldur því að við erum líka með flestar sundlaugar á höfðatölu, að minnstakosti flestar upphitaðar sundlaugar á höfðatölu, af því við getum hreinlega bara dælt heitu vatni upp úr jörðinni í sementkar og kalla það sundlaug. Þannig að jafnvel 500 manna bær á sér sundlaug. Og svo eitthvað sem mér finnst allavega sorglegra, að vegna þess hvernig Ísland er byggt og hversu stórt það er og fáir búa þar, þá er erfitt að búa til almenningssamgöngur sem tengja landið almennilega saman og tengja bæina og jafnvel hverfin og svo framvegis. En við erum með flesta bíla á höfðatölu í heiminum. Til að byrja að sauma þetta saman og ljúka þessum þætti af, þá nefni ég fáeina menningartengda hluti sem ég var ekki búin að snerta á áður, og sumt að þessu fer inn á stereotypuna Ísland. Við erum með flesta kraftliftingakappa í heiminum á höfðatölu, en Ísland er auðvitað byggt á góðsögnum sterkar hetjur, bæði úr goðafræðinni okkar og úr sögu arfleiðinni okkar, og þar sem allir þurftu að verða dugnaðar miklir bóndar og neyta mikils af próteinríku fæði til þess að þrauka vetur, þá urðu auðvitað til mjög sterkir einstaklingar, og þegar fólk á miðöldum hafði ekkert betra að gera, þá keppti það í einhvers konar íþróttum. Því við miður ekki neinu sem að við getum verið best í heiminum á til dæmis ólympíuleikum, en í kraftliftingum almennt þá eigum við til nokkrar góðsagnir. Til að nefna einhverja, þá höfum við átt heimsmeistara í kraftliftingum, eða þá allavega sigurvegara í keppnum eins og World's Strongest Man, sem að voru þá Jón Páll Sigmarsson, Magnús Ver og svo síðast sá sem heitir Hafþór Björnsson, oft kallaður Thor Björnsson, þekktur undir titlinum sem að hann fékk í sjónvarpsþáttaröðinni Game of Thrones,
the mountain. Hér stendur að við séum með flesta trúendur eða þá flesta einstaklinga sem trúa á álfa og huldufólk, en það mjög sterk stereotýpa Íslendinga að við séum með álfa og huldufólk út allt og að við trúum öll á það. Ég veit ekki hversu satt þetta í rauninni en ég get þó sagt að okkar helstu hjátrúr, our biggest superstitions, eru tengdar þessu. Þetta vissi ég ekki, en þetta makar sense og þetta eitthvað sem örugglega að fara að breytast núna eftir heimsfaraldurinn og eftir útgáfu þáttanna The Queen's Gambit, en samkvæmt öllu sem ég sé þróun ungmenna menningar, þá þetta orðið mjög vinsælt í dag, það mikið vinsælt þá að þetta að trufla skólagöngu barna. En við erum greinilega með flesta skákmeistara í heiminum á höfðatölu. Og það má færa rök fyrir því að sú manía sem að fara yfir heimsbyggðina í dag og þá hjá ungu fólki hafi komið til Íslands fyrir mjög löngu síðan og þá kannski byrjað á Íslandi áður en hún fór út allan heim. En það þegar að Bobby Fischer kom til Íslands árið 1972 og keppti þar eina af stærstu skákkeppnum 20. aldarinnar. Ég held að þetta sé mjög stór skák. Ég held að þetta hafi verið mjög mikilvægur skákleikur sem hann tefldi í Reykjavík árið 1972. Allavega fylgdust mjög margir með því á Íslandi og vinsældir íþróttarinnar sprungu út í kjölfarið. Og þá hendi ég á ykkur síðustu staðrendinni sem að ótrúlega fyndið flex. Orðið flex ekki til á íslensku, en eins og með mörg hugtök sem að eru eins atkvæðis orð og eru mjög skýr, þá verður mjög erfitt að koma í veg fyrir það að hugtakið verði til á íslensku eða öðrum málum þegar menningin tekur það öll upp. En þessi staðreynd stolt okkar Íslendinga, en við eigum flesta Nóbels verðlaunahafa í heiminum á höfðatölu. Það ekkert ríki og engin þjóð sem að á fleiri Nóbels verðlaunahafa fyrir nokkuð heldur en Íslendingar. Það ekki Bandaríkin, Þýskaland, Japan, Pólland, Frakkland eða nokkuð annað ríki í heiminum sem á jafn marga á höfðatölu og Íslendingar. Hvað eru þeir margir sem hafa unnið Nóbelsverðlaunin þá á Íslandi? 1. Við eigum 1 Nóbelsverðlaunahafa. En það nóg til þess að við séum best í heimi á höfðatölu. Nóbelsverðlaunahafinn að sjálfsögðu Halldór Laxness sem fékk Nóbelsverðlaunin fyrir ritlist og fyrir skáldsagnaskrift hans. Þannig já, við Íslendingar náum að verða býsna góð og framarlega á heimsvísu vegna þess hvað við erum fá. Ef að nógu margir hoppa á maníu vagn og fara sömu leið og hlutur verður jafn rótgróinn menningartengdur hlutur og þeir geta orðið, þá verðum við best í því, eða mest í því, á höfðatölu. Þetta þýðir að Ísland og Íslands samfélag verður oft notað sem sýnidæmi. Ég þyrfti eiginlega að tala það í öðrum þætti hvað þetta þýðir
félagslega framvindu, því það þarf ekki mikið til þess að ýta heilu samfélagi út í eina átt þegar við erum svona fá, því það eru færri til þess að sannfæra. En á 20. öldinni þá þýddi þetta að við gátum tekið mjög stór stökk í hlutum eins og feminisma á mjög stuttum tíma. Þannig frasi eins og "there's power in numbers" gengur stundum í báðar áttir. Stundum kraftur í því að vera fá. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra í dag. Ef þú hefur náð svona langt inn í þáttinn, þá þakka ég þér fyrir að hlusta og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language. I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's gonna be within the Linktree link that you're gonna see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.